Ok, það var mjóbakið. Eins og áður, þá 10-20 ferðir. Lykilatriðið er að þið finnið einhvern sársauka, sitjið á honum og bíðið þar til hann dofnar og haldið áfram. Þegar ég tek mjóbakið, þá ger ég það alveg eins og ég tek rassinn. Ég set fótinn upp á, ég haldi mér aðeins á hliðina og svo rúlla ég mig. Persónulega finnst mér betra að taka annan mjóbaksvöðvan í einu. Út af því að ég fæ meiri þunga á annan vöðvan og svo líka hitt að þeir sem eru kannski eitthvað veikir í baki, brjóskloss eða með einhverja veikleika, þeir getur fundist þetta mjög óþægilegt. Þá yfirleitt er þetta mikið betra. Þannig að ég fer frá mjöðum og alveg upp að rifbeinum. Við viljum ekki rúlla bein eða hryggjarliði. Þá erum við ekki að gera neitt gott. En mjög venjulega, oftast finnst mér best áður en ég byrja að rúlla og rúlla ég mig 5 sinnum, sérstaklega með mjóbakið, svo sit ég á því. Þá kemur svona smá óþægindi og svo byrja ég að rúlla. Það er rosalega mikið álag á þessum vöðva hjá mörgum og því gott að hafa hann góðan. Það sýnir ykkur samt hitt. Getið tekið hann báða, þá bara haldið ykkur hérna uppi og rúllið niður á mjöðum og upp á rifbein. Næsta er þá frá mjóbaki og upp á háls. Þannig að það er lumbarspæn og thoracic. Þannig að þá tek ég allt bakið og hérna bara rúlla ég mig fram og tilbaka. 10-20 sinnum. Og við viljum ekki fara á hálsliðina. Ég mæli ekki með því. Annars sjónarhorn, þá er ég hér og rúlla á mig hérna. Ok. Svo er annað sem ég vil líka gera, þetta er yfirleitt margir sem er eftir að kvarta þegar ég prófi þetta. Það er, þá faðma ég mig eins vel og ég get og tek vöðvana, trappan sem er á milli herðablaðana. Og þá fer ég ekki eins langt niður, þá fer ég bara hérna stutt. Það er mjög margir sem finna töluvert fyrir þessu. Vöðvanir á milli herðablaðana. Það er trappiðus, neðri trappin. Ok.